Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá ykkur í dag. Halleluja. Hefur að lofa Guði saman. Svona einhver til í það. Halleluja. Takk Jesús. Takk Drottinn minn, við bara lofum þig og við þökkum þig fyrir þennan dag. Við þökkum þig fyrir það, Faðir, að við fáum að koma saman í dag og lyfta upp þínu nafni, Faðir minn og Guð. Bara verð þú velkomin heilagur andi. Vertu velkomin að meðal okkar, Drottinn minn og Guð. Vertu velkomin að starfa hér, Drottinn Jesús. Við bara lofum þig, Drottinn. Halleluja, Faðir. Takk Jesús. You rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh
Það engin sem þú, Jesús. Halleluja, Faðir minn og Guð. Takk, Drottinn minn og Guð. Halleluja. Það engin sem Jesús. Það engin sem Jesús. Takk, Drottinn minn og Guð. Halleluja. Halleluja. Nú ætla krakkarnir að fara fram. Halda áfram með sína stund þar. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king with dominion over death. He holds the keys, yeah. In his holy nail-scarred hands, he is the heel. As the cousin serpent's head, I resurrected great I am. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Death is now your sting, and grave your victory. Death is now your sting, and grave your come alive, dead things come alive.
það mesta þitt nafn ofar öllu allt vald, tign og máttur hver staða og hver kraftur þitt nafn ofar öllu þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn ofar öllu allt vald, tign og máttur hver staða og hver kraftur þitt nafn ofar öllu syngur himins helgur allt sem skapað helgur á hver parið Halleluja Jesus, halleluja Jesus, ó við lofum þig Jesus, heilagur, heilagur ertu Guð, heilagur ertu Guð, halleluja Jesus, halleluja, 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 helgur ertu Guð. Takk fyrir að þú ert með okkur hér í dag, takk fyrir að þegar sem við komum saman það er þú mitt á meðal okkar. Takk fyrir að við fáum að njóta þessar samkomu með þér, Faðir. Takk fyrir það að þú ert hér með okkur og þú ætlar að hjálpa okkur að finna fyrir þinni nærveru. Í Jesú nafni. Herri, ég meina spurningu, handa ykkur. Vitið þið hvað er sérstakt við næsta sunnudag? Já, Óli veit það, gott, 1. Ok, nokkrar hendur viðbót. Vitið þið þá hvað er sérstakt við sunnudaginn í dag líka? Ok, einhver sem fylgist með. Og bjóða einhverjum að pröfa að svara. Í dag er seinasta morgun samkoman, já, hádegi morgun. Það er fyrir nættu hvernig við viljum skilja þetta. Þannig að við erum farið að byrja á sumartíma næsta sunnudag. Það þýðir að við ætlum ekki að vera mætt á húnin hérna rétt fyrir 12 næsta sunnudag. Það er 1. júní og þeir sem að vera mættir á húnin kl. 12, það er hætt við því að þeir þurfa að standa á húninum alveg til svona 6-7 kvöldið. Því við ætlum svona ekki að halda samkomuna fyrir kl. 8 næsta sunnudag. Já, þú veist, svo er að finna húnin, en það er kannski, það er önnur saga. Ekki reyna að opna hurðina allavega kl. 12 og halda sér samkoma. Sem sagt, næsta sunnudag byrjum við sumartíman og þá er kvöldsamkoma kl. 8. Gott fyrir ykkur að muna það og gott fyrir ykkur að minna hina sem að kannski mæta ekki í dag á það, þannig að við séum svona sem fæstir að banka á hurðina rétt fyrir 12. Það er löng bið fram á 8 kvöldið. Herru, allavega, sumartími byrja næst. Allir búin að móttaka það. Sumarsamkomur byrja næsta sunnudag, 1. júní, kvöldið, ekki morguninn. Og verða þannig í júní, júlí og ágúst. Það er ekki fyrir í september sem við ætlum að taka kick-offið, fyrstu helgin í september. Samkvæmt mínu dagatalið þá var það sunnudagurinn 7. september, það ætti að vera hægt að muna það. Og þá ætlum við að byrja haustið aftur með sem sagt morgun eða hádegissamkomum. Ok. Það er engar stóra tilkynningar aðrar í dag, nema bara það að við Gunni höfum áhuga því að ná alvöru samskotum. Svona einum svona loka vetrar samskotum. Þannig að við eigum smá svona buffer inn í sumar þar sem að ég gerir ráð fyrir að það er ekki allir að mæta alla dagana í sumar þegar kannski eru þeir út að landi í tjaldi og geta ekki rétt peningin í samskotaböggin,
af og til, þá ætlum við að ná rosalega góðum samskotum í dag til að eiga inni fyrir sumrinu. Svo þú geti verið áhyggjulaus í sumarfríinu einhvers staðar í tjaldi. Skilur, við erum alveg búin að hugsa þetta, sko. Þetta planað. Heyrðu, þannig við ætlum að taka smá samskot. Það koma einhverjar upplýsingar hérna á tjaldið á baki okkur. Það er posið þarna aftast. Og við ætlum að leggja stundina í Drottins hendur. Þannig að hérna, og treysta því að Guð og Óli séu búnir að tala saman. Þannig að Óli segi okkur eitthvað sem kemur frá Guði. Það að við leggjum þessa stund í þínar hendur. Þökkum fyrir að þú ert hérna með okkur. Þökkum fyrir að þú ert búin að setja í hjartað Óla það sem þú vilt segja við okkur í dag. Við þökkum fyrir að þú ætlar að hjálpa okkur að hafa opin eyru. Þannig að við heyra það sem þú ert raunverulega að segja. Ekki bara orðin sem að koma frá Óla heldur, það sem raunverulega þú ert að meina á bak við þessi orð, Faðir. Þakka fyrir að þú opnar ekki bara eyru okkar heldur hjarta líka, Faðir. Þannig að við megum raunverulega meðtaka það sem þú ert að segja við okkur, raunverulega geta gengið út í vikuna, Faðir, fullviss það að þú ert að tala við okkur og þú ert með okkur hvert sem við förum í vikunni, Faðir. Ég þakka fyrir hverja krónu sem kemur inn í samskötin, að þú með hjálpa forstöðukirkjunnar til þess að nota það vitulega, fjárfesta það eins og þú vilt að því sé fjárfest, Faðir. Að þú með margfalda hverja einustu krónu, þannig að við séum ekki bara að nota peningin heldur raunverulega fjárfestunum í þínu ríki, Faðir. Margfaldan fyrir þig. Við bara í Jesú nafni blessum fyrir hverja einustu krónu og blessum fyrir hvern einustu sáls, Faðir, sem að hlusta á þitt orð í dag. Hvort sem er í salnum eða heima að horfa á netinu, að við megum bara öll finna að þú ert með okkur í dag, Faðir. Að við megum öll finna þennan himneska frið sem kemur í hjartað, að þú raunverulega situr og stendur hérna með okkur og ert að tala við okkur. Að við megum bara raunverulega finna það, Faðir, hvar sem við erum að hlusta á þig, Faðir. Í Jesú nafni. Nú fá eitt lagi viðbót áður en við hleypum Óla á svið og hvetjum ykkur bara til þess að dvelja í laginu. Finna fyrir að Guð sé með ykkur þegar við syngjum. Amen. Eða 2 lög. Já, það eru 2. Sköpun vil ég syngja söng til þín, sú gleði mín. 1000 sinnum halleluja, ég til þín að syngjum við. Þú ert átt minn hug og hjarta, tilbið og elska þig. Já, Jesús, mitt líf er alltaf þig. Mín 1000 halleluja, átt aðeins þú. Hver annar kaus að deyja brotið, hver annar reis og leysti mig. Alla heilir gæti vitnað þín verk. Þín ást gefur von sem er svo sterk. 1000 sinnum halleluja, ég til þín að syngjum við. Þú ert átt minn hug og hjarta, tilbið og elska þig. Já, Jesús, mitt líf er alltaf þig. Mín 1000 halleluja, átt aðeins þú. Lov sé þér Guð, þú Guðs lamb, þú Guðs dýrðar kóngur hann.
sé lofum aldrei lóð. Sé þér Guð, þú Guðs lam, þú Guðs dýrðar kongur hann. Reis á sér hver dag ég í hendi þér. Sér hvern morgun ég vakna, þar til ég sofna á ný, og þá ég sé þinn góðvilja Guð. Hverjum anda
góð vilja Guð. Halleluja, Fadir, bara lofið þig, Drottinn. Lofið þitt heilaga nafn, Drottinn. Takk fyrir að þú dvelur í lofgjörð þíns lífs, Drottinn. Takk fyrir að þú ert hér til þess að mæta okkur í dag, Drottinn minn. Halleluja, Drottinn minn. Bara leggjum einn og sér hvað sem er hér inn í þína hendur, Drottinn. Fadir minn, þú þekkjur okkur. Þú þekkjur okkur betur en þekkjum okkur sjálf. Og við byggjum, Drottinn, að grípa inn í aðstæður hjá einstaklingu, Drottinn, sem þarf að grípa inn í, Drottinn. Ég byrði Fadir um að gefa okkur frið. Þú megir bara opna hjart okkur hér í dag, Drottinn, fyrir þínu orði. Það sem þú vilt segja við okkur í dag, Drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Halleluja, amen. Takk fyrir yndislega lofgjörð, venju. Og það er svolítið magnað þetta lag sem var að syngja núna með íslensku texta. Ég predikaði hérna síðast og predikaði út frá þessu lagi. Það var víst ekki góðan íslensku texti þá, af því þetta er magnaði texti. Það er mikið játning og það er það sem ég finnst svo mikilvægt þegar við erum að lofa Guði, þessi játningu orðunum. Ég segi alltaf og nota alltaf sama lagi eða sama lofgjörlagi sem að hún Guðrún Tómas var samtið hérna á sínum tíma. Ég gefi þér hjarta mitt, ó Guð. Ég gefi þér allt sem í mér er. Sér hverja hugsun, hverja þrá gefi þér og allt annað leggja til hliðar. Bara ég fæ að snerta heiminin. Og það er svo mikið játning í þessu. Og það er það sem Guð heyrir. Hann heyrir játningun okkar. Svo sungur hann annara hérna, þá kemur fram hérna Death things comes alive, eða dauðir hluti verða koma í líf. Þetta er smá vitnisburð áður en ég tala til ykkar. En það var þannig að ég hérna er með hérna, eða var með, við segjum það bara, Jesú nafni. Drep í hérna, dautt, sérstætt, dead thing. Og hérna var hann mjög illa haldinn og það kom í ljós bara eftir langan tíma sem ég væri með þetta drep þegar ég fór í einhverja sneiðmyndtöku. Og það er ákveðið að það fyrir að skipta hnéð. Það fyrir að skipta bara hérna, allt dótið. Svo fekk ég bréf frá þeim hérna og þá sagði að við höfum sambandið innan 5 mánaða, Ísland í dag. Við erum með drepin hérna í 5 mánuði. En allavega, ég kvartaði nú við því, en ég fór á kallamót upp í Kirkjuleikoti núna fyrir hálfu mánuði. Og ég haldraði náttúrulega þar og það náttúrulega gengur ekkert að vera í kringum kristna og þetta er sama því ég kem hér að það stökkva allir á lappirnar á þér og byrja að biðja fyrir eitthvað Guðs lækningu inn í hnéð. Síðan er ég kallaður upp á Akranes til þess að hérna fara yfir og ákvarða með uppskurðinn á því og skiptinguna hnénu og hann hérna læknirinn lætur mig hérna leta hann sjá hnéð og hann þukla það og hreyfir og horfir svo á teikningarnar á hérna röntgenmyndina eða hvað þetta er og hann er eitthvað, já, þetta er nú eitthvað skringilegt hérna og svo var hann svona rosalega glaður og tók fram blað og byrjaði að teikna fyrir mig hvað var að gerast í hnénu hjá mér. Hann sagði eitthvað út af vegna, hann sagði það er svona eins og pitsusneið hérna sem er dautt í hnénu hjá þér en það er eitthvað í gangi að inni sko, í hnénu. Þá gaf hann mér nafn á okkur 2 tegundum með einhverjum hérna, hvað er að kalla, örverum eða einhverju hérna, eða svona einhverjar verur sem að byggja upp, já, svona örveru sem við erum með í líkamnum, hvað Guð er sko fullkominn. Og hann sagði mér, núna er inni, og svo gaf hann mér nafnið á eitthvað nafn á þessum örverum sem voru að vinna inn og hann sagði þeir eru inni núna að hreinsa til og laga til. En hérna fyrir utan, þá benti hann hérna með hliðan hérna,
þar annar hópur sem að bíða. Eftir að þær eru búin að vinna, þá fara þær og þá koma hinir inn og byggja þetta upp að nýju. Og þá var ákveðið að það ekkert skorið og ekki að skipta neitt nýja, heldur við bíða og sjá þegar, og eins og ég segi, leyfa Guð að vinna það verk sem hann vill vinna. Og þetta svo fullkominn, sko, allt sem að Guð gerir. Að líka minn getur séð þetta sjálfur, þó að væri komið drep. Það svo magnað. Og það þessi trú. En það sem ég ætla nú að tala ég ætla nú að byrja aðeins að segja frá hérna, núna 21. júní, þá hérna The Million Month, sem við erum með annars þáttingur í, sem byrjar upp í Kristniboðshal á hérna Háreksbraut 58-60, þann 21. Það svona fyrsta kick-offið fyrir þessa daga sem alveg fram í júlí. Og hérna, það sem sagt komið saman á hverjum einasta degi og beðið saman og lítið lofgjörð á henni ýmsu stöðum, það verður auglýst síðar. Og síðan hérna fara út á göturnar og svo annar hver dag þá verður samkoma á hennum ýmsu stöðum í bænum. Það svona, ég fái betur skipuleggingu á því síðar. Og hérna, ég trúi því að þetta sé alveg stórkostlegt tækifæri sem að Guð að gefa okkur. Og ég var að horfa aðeins á hérna fréttir núna og það náttúrulega svakalegi hluti sem að gerast í þessum heimi og það svolítið mikið að við förum að stíga upp og standa gegn því sem að gerast. Og þannig að það sem ég langar að gera eins og ég ger alltaf því ég tala hér í veginum, það að gefa okkur hvatningu fyrir því að gera og starfa og vera það sem Guð var ætlað okkur að vera. Og því við komum oft í kirkjuna, kirkjan svona svolítið fyrir mig og til þess að þjónusta mig og hérna, en þetta miklu, miklu meira. Þetta fræ sem Guð setti í líf okkar, sem var bara fræ í byrjun, en þarf að vaksa og það þarf að gefa þér rými til þess að vaksa. Og hérna, það margt sem getur komið vekk fyrir vöxt, það til þess að arfi, við getum líka kallað það synd eða að vera ekki heilsugar. Það svona kæfir niður það sem að Guð vill ná fram í líf okkar. Og ég held sko að það mjög mikilvægt núna þessum dögum sem við erum að lifa, þetta sumar sem núna framundan, að við tökum öll stöð okkar. Þú veist, hvað ætlaði Guð með líf okkar? Hvað ætlaði Guð að myndi sprett út úr okkar lífi? Og maður finnur það mjög sterkt og í mínu starfi sem að ég starfa við, þar sem fólk að berast í mikla erfiðleika og það búið að vera svo mikið og til þess að á svo kallamóti, það var svo óbúslega opinberun fyrir mig, það sem gerðist á svo móti, bara gagnvart svo mörgum hlutum, að því það sem oft við getum ekki verið með allt á hreinu, það ekki áður fyrir að þjóna Guði, það bara ekki þannig sko. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýr og við gerum alls konar mistök og við munum gera áfram mistök. En Jesús Kristur kom hérna til þess að deyja fyrir syndir okkar, sjúkdóm og allt það sem við erum að berjast við og við eigum nýjan náð á hverjum einasta degi fyrir líf okkar. Og ég held það sem kannski stendur í vegi fyrir mörgum og kannski flestum þeim sem ekki að taka þátt í þessu, kannski skömm frekar og ég ekki verður, ég ekki tilbúin en þetta er svona orð sem kom frá óvinnin, ekki frá Guði. Guð skapaði sem fullkomna sköpun og hann þráir að nota, hann þráir að sjá þitt fræ vaksa og verða blóm og fara út til sama áhrif. Af því að öll erum við á okkur stað í lífinu, Guð sett okkur stað í lífinu og okkur ætlað hlutverk. Öllum okkar ætlað hlutverk. Og það sem ég upplifði líka rosalega sterkt, af því að það bara hluti sem við erum að berjast við líf okkar og við eigum þess að náð, en erum við að nota það fyrir líf okkar? Verðum að fara undir þess að náð? Við erum öll verðum að gera það. Við erum öll að berjast við ykkur hluti í lífinu, það bara þannig. Og það var svolítið magnað á þessu móti, það sem voru frekar meira eldri menn, og svo ég, og þá upplifði maður rosa mikið að það svo djúpur sársauki hjá mörgum. Og það var mikið talað það að við þurfum öll að eiga eitt Pál í okkar lífi. Eitthvað sem við getum leitað til, leiðtogi sem við fylgjum. Það mjög mikið. Við höfum öll að eiga eitt Tímóteus í okkar lífi. Eitthvað sem við vorum að byggja upp og hjálpa og styðja og koma þeim áfram. Það það sem þetta fjallar í Matteus 28:18. Það að kenna fólki til þess að senda það út að nýju. Byggja það upp. Og svo upplifði líka að margir að berjast til sársauka, gamla hluti úr líf okkar. Og Guð gaf mér alveg rosalega magnaða hlut sem að ég notaði bara persónulega sjálfur eftir þessa helgi.
Ekki það að ég hef átt einhvern rosa slæma hugmynd og uppbyldi af mínum föður, pappa. Það eru margir að berjast við pappan og ímyndina. Það oft talað það að við höfum Guðföður, algóðan Guðföður á himnum og stundum að þvælast fyrir að við höfum kannski ekki alveg átt það í okkar lífi, þennan veraldlega föður. Og það barátta og vitið það, og ég fór að hugsa það oft talað að hlutir erfist á milli kynslóða. Og þar á meðal þessi hlutur þennan föður sem að kannski var ekki til staðar. Það getur verið margir, skrifaði hann nokkur hluti, hvaða típa föður ég að tala get ég ekki sem flett, jú. Það fjarlægi faðir sem getur verið við uppeldi, hann fjarlægur bara. Veit ekki það mjög til þessu mínu lífi, pabbi var kannski svolítið fjarlægur af því að það var allt annað element í gangi á þeim tíma. Þú veist, hann var að vinna frá morgni til kvölds, hann kallaði skaffari, sko, og mamma var heima og sá heimilið. Og þetta var bara mjög góð og þægileg skipting. En það gerði að verkum að faðirinn verður fjarlægur. Svo það hinn tilfinningafjarlægi faðirinn, það svona lærð hegðun sem að margir verða fyrir í æsku. Síðan ofbeldisfulli faðirinn, líkamlegt og andlegt. Og það oft alvarlega óuppgjör sár fortíðar sem skapar stjórnleysi og reiði. Og svo faðir í fíkn, sem ekki til staðar, flótti fíknarinnar, og getur ekki ábyrgð yfir höfuð. Og þú veist, þetta oft svona svolítið ættarbölvun sem kemur yfir. Og þú veist, hvað að það gera í því? Og ég hugsaði, þú veist, þegar ég var að biðja og ég var að hugsa að ég var að fara að sofa þarna upp í koti og segi, þú veist, getum við ekki gripið inn í og stoppa þetta? Og þú veist, hvernig ætlum við að gera það? Hvernig förum við að því? Já, notum orðið. Og á föstudagskvöldinu sem var á mótun, þá var hann að tala sögunum týnda soninn. Sem náttúrulega alveg sko mögnuð frásögn fyrirgefningu föðurins í garð sonarins. Sonurinn búinn að dæma hann til dauða í raun eða hann var búinn að afskrifa hann með því að biðja arfinn sinn þegar hann fór. Og hvernig hann tók á móti honum síðan að nýju. Og ég hugsaði, af hverju getum við ekki tekið faðir minn og sett hann inn í týnda soninn? Á hann ekki alveg rétt á því að fá uppreisn æru eða fyrirgefningu eða faðmlagið sem hann kannski aldrei fekk? Hvað þekki ég fortíðina hans? Hvað þekki ég áföll föður míns í hans lífi og því sem hann gekk í gegnum? Af hverju teki hann ekki inn í þetta að við að fyrirgefa öðrum alveg svo Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur? Það ekki? Og ef það eitthvað sem ætti að fá að fara inn í það, þá það pabbi. Ég ekki að meina það við höfum að samþykja það sem hefur verið gerst. Margir að það þurft að alast upp við hræðilega neyslu fíknarinnar, aðrir við ofbeldi út af því að hlutir í lífi föðurins hafa ekki verið í lagi. Og þegar ég deildi þetta með þeim á laugardaginn, þá kemur til mig maður og hann segir mig að þetta svo magnað sem þú varst að segja með þetta. Ég hef aldrei séð þetta svona. Ég var meðblega að heyra bara fyrir 2 árum síðan að pabbi, sem ég hef alltaf átt alveg rosa ílsku við og lagt svona hatur á út af uppeldismálum, að hann var misnotaður á hræðilegan hátt þegar hann var ungur maður. Þannig við vitum ekki alveg alltaf forsöguna, skilur við, af hverju fólk kemur fram við okkur eins og þá kemur fram við okkur. Og þarna, að því ég tel vera svo mikilvægt, nú ég ekki að tala bara einhverja út í bæ sem við erum að fyrirgefa, við erum tilbúin til þess virðist vera. Við erum tilbúin að fyrirgefa í allar áttir, af því að Guður í Kristi fyrirgefið okkur. Og við fylgjum orðunni því. En þarna kannski persóna eða persónur sem eru mjög tengdar okkur, sem hafa brugðist. Og þau hafa kannski brugðist út af því að það gerðist eitthvað í lífið þeirra, sem við vitum ekki um. Og mér langar að segja ykkur hvernig við getum opnað fyrir bæði tilfinningalega svona opnun og nálgun við einstaklinga eins og það. Eins og ég sagði með pappa, blessu sé minninga hans, yndislegur maður, góður skafari, að hann var mjög hraður, svo ekki veit ég hvað ég hef það, og það þurfti alltaf að gera það strax. Og ég man
daginn og við áttum kannski ekkert svo mikið samleiti þarna tíma og eitthvað smá ósætti á milli og allt leið með það er búið og gert, en að einn daginn, þá var ég nýlega orðinn edrú 1987-8 held ég að verið og þá deyr bróðir minn úr neyslu og overdósið á fíkniefnum og dó og ég kom sem sagt af honum í húsi sem hann var í upp í Breiðholti og ég sé hann liggjandi á gólfinu nakinn og ég sé strax að hann látin og ég sé bara og fyrsta viðbrögðin sem gerast eru að við okkur sem eigum kannski lifandi trú við hugsum aðeins öðruvísi og fyrsta sem ég hugsa er það þú veist, mamma, pabbi, bræður mínir allir sem eiga svo erfitt með að sýna tilfinningar en það var eitthvað sem ég hafði lært bæði inn í meðferðinni 1985 og einnig þegar ég kom inn í kirkjuna ég man þegar ég nýlega kom á Staðarfelli og ég kem heim og mæti pappa og tek undir hann og það var bara eins og ég var með ísklump í höndunum og bara aldrei bara hvað er í gangi hérna og þetta var, þú veist, þetta er fólk sem er tilfinningarlega frá okkur aðeins og það sem gerist er að ég tek ábyrgð strax á því hvernig viðbrögðin þeirra geta orðið að það er svo erfitt að þau get ekki sýnt tilfinningar og ég hugsa hvernig á ég fara svo hef ég samband við bræður mínar og svo kem ég út á Nes til mamma og pappa og pappi út í skúra að vinna eins og venjulega pakka ykkur vörum og ég segi pappi getur þú komið inn að ég að tala við þig hvað það er svo mikið að gera getur þú ekki sagt það bara ég segi pappi komdu bara inn og spjallaði við mig aðeins og lítur hún að geta komið inn smástund þá segja það er bara svo vitlaust að gera þarf að skila mér vörunum og það var alls konar afsakanir svo segi ég pabbi ég þarf bara að tala við þig og mömmu saman þú verður bara að koma inn og svo löppu við og svo erum við að lappa upp hallan frá bílskúrnum þá finn ég hendina hans allt í einu komið hendina á mér og hann svona kristir hendina á mér aldrei gerst á þau þú veist bara rosalega fast og ég fann hann titraði af því hann vissi hvað hafði gerst skilurðu þarna var hann að reyna að halda einhverju andliti sem bara gekk ekki og þegar hann tók okkar samband það fór bara það var eins og svart og hvítt eftir þetta gerðist skilurðu og þá fór bæði hann og ég að deila með hlutum sem við höfum aldrei gert áður eftir þann tíma við áttum þess að vináttu og þessu elsku sem hann þarf að eiga við föður sinn átti ég þessi ár skilur og ég man þegar hann dó og ég man bara, ég sá þegar að bara þú veist, friðinn og allt þegar hann fór til föðurins og það er svo mikið að við náum að taka þessa tengju og berum þetta ekki með okkur í gröfina svo mér langar til að skora á okkur öll til þess að skoðum hjart okkar gagnvart þeim sem eru næst okkur og þessi reiði og biturleiki sem var til þess í mínu lífi tíma sem var kannski meira áhrif neyslunar heldur nokkuð það að þau hefur komið illa fram við mig að við skoðum það af því að allir eiga sína sögu en á sama tíma eins og orðið segir að það eiga allir endurreisnina allir, sama hver það er ekkert meiri afbrot á einu staði öðrum það er engar vogarskálur á himnu sem vigta synd fólks eða afbrot það bara ekki til það er eitt sammerkt að þolir ekki synd hann byrgir augu sinni fyrir syndinni en eyra hans ekki svo þykkt hann heyr ekki og hönd hans ekki svo stutt hann nái til okkar og það á við alla, ekki bara suma og ég oft, eftir þennan tíma þegar ég var á þessu móti núna þá fór ég að hugsa hvað það sem að gera það verkum að við höfum sett svona nátengda ættingja í eitthvað annað box heldur en aðra við höfum verið svikin ég hef verið svikin alveg ótrúlega svikum bæði fjárhagslega og alls konar hlutum bara ljótu hluti sem það hefur gert í mig en Guð gefur mér það að velja að fyrirgefa þessu fólki að því að ég þarf að losa það burtu frá mér ég get ekki borið þetta allt mitt líf ég bara geri það, bara nenni því ekki tek ekki þátt í því ég get ekkert breytt í því þannig að ég get gefið manneskjunni tækifæri þá kom illa frá mig að hluta til núna nýlega og ég lokaði á samskipti og það var erfitt skilur í byrjun en ég vissi að það var rétt líka samt og ég man, þú veist, og í byrjun þá var ég svona þröskur en aldrei aftur þú veist, það var í mér svo talaði við góðan vinn með ráðgjafa sem frelsaði líka og hann sagði veistu það að þú ert
á öðrum stað heldur en aðrir þegar kemur að því þetta með fyrirgefninguna. Að það er það að þú getur lokað á hluti en þú mátt aldrei loka á endurreisn. Og þegar við höfum verið svikin og farið illa og við getum ákveðið að loka og ræða ekki við viðkomandi aðeins meira sem eftir að við verðum samt að opna leiðina fyrir einstaklingin til þess að koma inn í líf okkar að nýju á þeim forsendum að hann vilji samskiptin af því hann finnur hann hafi brotið af sér. Við verðum að gefa tækifæri, við verðum að taka hann að bolta, við verðum að færa niður til fólks og leyfa fólki að velja hvað það vil gera við það. Og ég held að þessi hluti einn af því að það svo ótrúlega margir sem eru bara niðurbeygðir út af hluti sem hafa gerst í fortíðinni. En Guð er komin til að gefa okkur líf og lífi fullingaðið. Og það gamla varð engu, það nýtt orðið til. Trúum við því að það sé nýtt orðið til? Ég gera það, hef ákveðið að gera það. Og það ofta henni þegar maður, eins og núna eins og ég var veðin að koma og tala og þá upplýður stundum ofta eins og sé alltaf vera einhver alls konar arfi sem að koma upp sem þarf að kippa upp eða þrýsta niður. Og að hluta til í vikuna bara svakalega mikið erfitt að gerast. En ég upplýði það, ég kannski sagt ykkur áður, að þegar það gerist að það komin á okkur stað að áreiti svo mikið að þú allt í einu bara slaknar á þér. Og ég hugsa, af hverju slaknar á mér þegar álagið að vera verra? Jú, það að því ég veit að ég get ekki gert þetta einn. En þegar annar sem er með mér, hann getur gert það. Og þess vegna bara slappa allt, að því að það samverkar allt til góðs ef við leyfum honum að koma inn í líf okkar og stjórna líf okkar. Förum heim með það í dag, skoðum bara líf okkar. Skoðum getum við farið allt, getum við farið allstaðar getum við án ótta farið í Kringluna og Smáralind og niður í bæ og alla þessa staði eða eitthvað staðar á baku ef við ótta við að mæta einhverju sem óuppgert í líf okkar. Og ég held að sem bara rosalega margir sem gera það. Og við finna til eins í gegnum United og líka þegar við vorum að byrja að fara niður í bæ og segja fólki frá í trúboði og svona, að það voru margir sem voru ekki alveg tilbúinir að koma af því að þeir áttu bara rosa marga óuppgjöru hluti við fólk sem var niður í bæ. Og það svo ótrúlega margt í líf okkar sem stoppar okkur af að fara áfram með orð Guðs. Við heyrum það alltaf að þú verður að praktisera það svona að predika. Þú verður að praktisera það svona að predika. En svo kannski einhver óuppgjörur í líf okkar sem við erum ekki búin að praktisera þó við séum búin að predika það. Og eitt af því fyrirgefningi. Gagnvart fólki sem í kringum okkur Og frelsið sem við eignumst við það að gefa Guði þetta, verði ekki hugsjúk neitt, heldur gerir öllum hlutum óskýringargöfuna Guði með bæn og þakkagjörð. Og það það sem við þurfum að gera. Allir hlutum sem við ráðum ekki við lyftum til hans. Og hann mun vel fyrir sjá. Í einu og öllu. Hann mun leiða allt saman sem þarf að leiða saman til þess að geta komið ávöxtur úr líf okkar. Og til þess að geta séð kirkjuna vaksa, við viljum fá að sjá Guðs ekki vaksa. Og þessi mánuð eða þessi dagar sem eru framundan í miljónum, þau eigum að predika orðið daglega, við eigum að gera það alltaf, skilur með líf okkar fyrst og fremst. Að þetta bara tækifæri til að stíga út úr þægindaramannum í hóp með öðru fólki sem hjálpar okkur og styður okkur áfram í því sem við erum að gera. Hvar inn á hópurinn okkar? Hann fyrir utan kirkjuna eða hann inn í kirkjunni? Þú veist, ég að þjóna í kirkjunni? Vitið það besta sem til það að þjóna í kirkjunni sig? Það þá sem að finnur að vöxturinn fyrir að koma. Verðundir leiðtogum sem hjálpa okkur og styðja okkur, þessi páll sem við viljum hafa í líf okkar. Vera sjálf að finna ungt fólk og reyna að byggja upp inn í Guðsríkinu, framtíðar leiðtogana í kirkjunni. Þetta gerist ekkert að sjálfum sér. Og mun ekki gera það. Og ég var að hugsa að því ég kom inn á hann og það kom alltaf svona gamla sögur, teiknimyndasögur upp í lífið. Og ég kom inn og hugsaði sögun Þyrnirós, það voru allir svo niðurbyggðir hérna. Og svo þegar við tala þjónustuna þá var það svo litla gula hænan. Allir vilja hlusta og taka þátt í lofgjörðinni. En það kannski bara örfáir
sem hnóðuðu deigið og bökuðu brauðið. Að við getum ekki alltaf að treysta á að aðri gerir hlutina. Við þurfum líka að taka þátt í að vera með þáttakendur og gjörendur orðsins. Að því það er fólk fólki þarf svo mikið á því að halda. Við finnum það bara hérna þessum mánudagskvöldunum að hvað er ótrúleg neyð sem er í lífi fólks út allt. En það er bara svo yndislegt að fá að tala þetta að því ég er bara svo uppveðraður því sem er að gerast. Ég trúi því. Hér skrifaði ég er of veikburða til að geta haft áhrif. Ég er of syndugur til að áhrif á risann í borginni minni. Ég er of ómerkilegur í mínum augum og augum annarra. Ég get ekki leitt eða starfað í Guðsyngunni því ég er bara að reyna að komast af sjálfur. En ef við sitjum í rétta röð, við þjónum í Guðsyngunni og þjónum Guði, að þá mun allt annað veitast þér auki, sama hvað það er. Og traust á orði Guðs. Og ég setti hérna einu smá hugleiðingu. Vitið að stundum í öllum tilfinningum okkar þá gleymum við Guði og þeim lofar sem hann hefur gefið fyrir framtíð okkar. Leið við hleypum með ótta, efa eða óöryggi, þá getum við bara ekki verið heilsugar. Og óttin er ekki elskunni. Og Guður kalla okkur í land. Veist þú hvaða land hann kalla þig á? Til þess að lifa, kanna og vinna í. Staðurinn sem þú vinnur á, staðurinn sem þú ert í skóla. Það er kannski þinn vettvangur. En við verðum að opna fyrir og það gerum við í eiga samfélagi Guði dagsdaglega. Þegar hann sé dvelið með okkur, hann í okkur og við í honum. Alla tíð, alltaf í líf okkar. Nota hvert einasta tækifæri, alltaf með radarinn í gangi hvað Guð er að gera. Af því Guð með áætlun fyrir lífið þitt og Guð með áætlun fyrir einstaklinga sem þú átt að snerta við og þú átt að hafa áhrif á. Og það er það sem ég tefnilega svo mikilvægt og sérstaklega þegar kemur að við getum ekki bara alveg okkur sjálf upp í kirkjunni eða við lesum orð, við megum ekki einangra okkur þegar kemur að því. Þú veist, ég get verið í bænum með Arnari og Otto og ég með eitthvað skilning á okkur versi og svo segir Otto alltaf, já, ég var að lesa þetta vers og svo bara, og svo kemur það með útskýringuna sína og þá segir ég bara, já, auðvitað. Að því við þurfum að vera saman í þessu. Ef við einangrum okkur, að þá endar alltaf í ósköpum. Við þurfum að deila með öðrum, við þurfum að vera með öðrum, tala við aðra. Sérlendi maður fer að eigin geðþótt og hafna hverfi hollar á þeir, segir í orðskviðanum. Af ávexti munnsins mettast kviðurinn, uppskera varana, seður mannin. Dauði og lífur á tunguna valdi. Sá sem henni beitir mun þykja ávöxt hennar. Allt sem við segjum og allt sem við gerum. Hvaða ávist er það sem við viljum fá út úr líf okkar og munni okkar þegar við erum að tala við fólk. Og ég segi oft þegar við erum að tala að fara út með orð Guðs og segja frá Guði. Við getum öll verið sammála um það. Ég trúi því bara að við getum öll sammála um það. Þess vegna erum við hérna í dag. Við erum hérna í dag að við finnum hversu heitt Guð elskar okkur. Að þetta allt sem er hér er honum til dýrðar. Að við getum komið saman hér til þess að styðja og styrkja hvort annað og finna þessa elsku til hvers annars. Og það er það sem við þurfum að finna í líf okkar. Við verðum að setja það númer 1, 2 og 3 í líf okkar. Ég tala oft 12. kaflann í 4. Korintubréfi, endan á því. Það sem þeir eru að tala hvað er hægri undir verður að vita hvað vinstra á að gera og allt það sem hann var að segja Korintumönnum sem voru þrjósku hundar. Skilurðu? En hann segir samt í lokin á versunu, kannski ekki alveg svona orðrétt, en ég ímyndi mér að hafa sagt þeir eru svo svakalega þrjóska. Og það eiginlega þýðir ekkert að segja þetta við ykkur, þannig ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Og hvað gerist þá í næsta kafla? 4. Korintubréf, 13. kafli. Það var svarið við þrjóskunni þeirra í enda kafla 12. Það sem hann reyna að segja þeim með skipulagi og hvernig guðurlega skipulagið er. Hann einhvern veginn svona hálfpartinn gefst upp á þeim og segir ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Og það er kaflinn kærleika Guðs. Það er sama hvað þú gerir, ef þú átt ekki kærleika þá átt ekki neitt. Og ég held að það sé það sem við þurfum að leita eftir líf okkar og gagnvart hvort öðru. Ef við getum ekki sýnt hvort öðru það, hvernig ætlum við að sýna fólkinu hérna fyrir utan það? Það er bara rosalega erfið. Eitt hlut veit ég og ég trúi því að við öll sem er hérna inni, við þráum betra líf.
Við þráum frið í hjarta. Við þráum að líf okkar fá að vaksa. Við þráum að börnin ykkur og fjölskyldan komist til trúar. Út af hverju viljum við það? Jú, að við vitum hvað það að vera þar. Við eigum þetta skjólrými í Kristi. Og þegar eitthvað gerist þá eigum við faðmina sem heldur utan okkur, hjálpar okkur og styður í gegnum erfiða hluti. Missir og sama hvað það Þú veist, hugsa þér hvað dýrmætt fyrir okkur. Og þeir sem hafa verið að missa, þú veist bæði Óskar núna, pappa sinns, yndislegu maður, tíminn, kannski þú veist það tíminn okkar sem á þessum árum og alltaf, en sorgin mun alltaf vera og eftirsjá, eða svona söknuðurinn, en Guð hjálpar okkur í gegnum þetta, Jónas, yndislegu Jónas, og þú veist, eitthvað hrifsa frá okkur allt í einu. Hugsið ykkur hvað þetta dýrmætt að eiga lifandi trú og vita að þetta ekkert búið. Það eilífa lífið. Við munum hittast að nýju. Ég var að lesa svo skemmtilega posti hjá Jónas í gær á Facebook að nú hún farin til þess að undirbúa komun hans. Já, það ekki bara. Öll, það allavega eitt hluti sem við getum alveg við bókað, sko. Að við munum öll þegja þessari jarðvist, sko. Það alveg klart mál. En það sem við eigum fram yfir aðra og þurfum að koma til fólks það að við eigum eilífa lífið. Það sem býður okkur, trúum við því. Þú veist, við verðum það allt sem að Biblían að lofa og gera, krefst ekki að við grípum inn í og hjálpum Guði með það. Við verðum bara að taka það eins og það og framkvæma það. Ekki reyna að laga það eitthvað til og skreita, það þarf ekki nýtt. En til þess að sé þá þurfum við að eiga þessa trú, fullvissu trúarinnar. Fullvissum að Guð með í þessu. Líka þegar erfiðu hlutirnir koma upp. Við sjáum það kannski seinna meir. Já, nú skil ég hvað Guð verið að gera. Og ég segi til fólkinu, hugsaðu bænarefniðin fyrir 2 árum síðan eða ári síðan. Hvernig stendur þessi bænarefni í dag? Guð búinn að svara þessu öllu. Þegar kvíðin alveg að éta okkar inn á og sásökin svo ótrúlega mikið. Þá mitt að taktu þessar hluti, lyftu því til hans og hann mun vel fyrir sjá. Hann gefur þér hana frið sem hún þarft á að halda. Hann stoppar bönina að vera að rúlla alveg eins og mala í ykkur rugli, hausinn á okkur alla tíð, sem stendur alltaf í vegi fyrir framgangi okkar. Hafðu trúað í hvað Guð sagði, þú ert yndisleg sköpun hans. Þú ert nákvæmlega eins og hann skapaði þig. Og hann skapaði þig góðra verka. Hann skapaði þig fyrir verkefni sem hann búinn að áætla fyrir þitt líf. Við erum vakandi fyrir því. Ef við erum ekki í tengingu við hann, þá munum það aldrei koma í ljós. Hvert okkar verksvið var. Af því það svo ótrúlega margir hlutir í líf okkar sem að gerast í kringum okkur og sérstaklega í svona hraða sem í dag, að við verðum að vera vakandi og hann í okkur og við í honum. Stöðugt samband, Guð, þessi aðili. Nú, ert þú að gera eitthvað? Það eitthvað sem ég á að gera núna? Það eitthvað sem ég á að segja? Guð smurðu varir mínum á tungu til að tala út þitt orð. Láttu mig segja réttu hlutina. Og þetta í boði fyrir alla menn. Og ef við viljum sjá kirkjun okkar sem ég trúi að hér muni koma bara ótrúlega fjöldi og við erum að fara inn í svona season þar sem verið að verkamenn, þið og við erum að koma til þess að fara að höggva niður akurinn sem tilbúin til uppskeru. Og það sko sannarlega uppskeru þetta fyrir utan. Allir þeir sem fara niður í bæ og allir þeir sem að boða út á götunum, allir þeir sem að vitna fyrir öðrum, þeir sem að vinna eins og við erum að gera niður frá við Stína niður á og Elín niður á Draumasetti, við finnum það. Að þetta bara, komdu bara fram með sannleikann og þá gerast hlutirnir. Þá fyrir líf fólks að breytast. Ekki reyna að koma með eitthvað fals, komdu bara með sannleikann. Ég maður þegar við byrjuðum United, þá var ákveðið það í byrjunni að við skulum ekki að minnast mikið á nafni Jesú. Ég fæði alveg ennþá bara, ég fæði alveg þegar ég hugsa þetta, sko. En þannig var það, þú veist, við þurfum bara að læra. Og þetta átti að vera sko eitthvað til þess að þvæla ekki fólk frá. En þvílíkt bull og þvæla. Við vorum nú fljótir að taka það burtu, bara svo þið vitið það. Og ég man, ég var að predika alveg í byrjuninni í starfinu og þá sagði ég að það einn hluti sem ég ætla að biðja ykkur afsökunar á að við erum búin að vera að ljúga að ykkur svo langan tíma. Og það Jesús drottinn.
Þú veist, það kemst enginn inn í heiminum fyrir hann. Enginn. Skulum ekkert vera að reyna að mála þetta okkur öðrum litum heldur en það er. Og við þurfum að gera, við þurfum að tala bara út sannleikan og það það sem fólki vill heyra. Fólk að lifa í ósannleika, fólk að lifa í alls konar gukli og ógeði, það að frambáða öllu hérna, út allt. Og við verðum að rísa upp sem hermenn Guðs. Við verðum að rísa upp og fara áfram með Guðs orð. Ef við viljum ekki sjá þess að þjóðfara til helvítis. Og það bara hrikalegt að horfa á það sem að gerast þessi þjóðfélagi í dag. Verum þetta salt, förum inn og kryddum þessa tilveru fólks með sannleikanum sem Jesús Kristur. Biðjum Guð að gefa og efla og styðja undir trú okkar og fullvissu hver hann Biðjum hann að koma inn í lífi okkur og barnan okkur og blessa fjölskyldan okkar. Sjáum líf okkar fara upp á næsta level. Ég alveg að tala, það sem Guð að bjóða okkur. Alltaf að koma okkur ofar og ofar og ofar. Hærra og hærra og hærra. Alveg eins og plantan. Það þarf að vökva hana, það þarf að halda henni við, það þarf að lesa orðið, oljan, heilagur andi inn í líf okkar. Sjáum við þess að plöntu fara upp og byggjum það sem á að vera. Sterkt tré. Og það það sem við viljum gera fyrir líf okkar. Mér langar að vera vitnisburður hver Guð Mér langar að líf mitt endurspegli það. Ég bið Guð daglega að ég hafi stjórn á skapið mínu. Ég bið Guð að ég segi ekki orð sem ég á ekki að segja. Ég bið Guð að, þú veist, ég tala út kærleika Guðs elska alla til lífs. Guð gefði mér það að sé sannleikurinn í lífi mínu. Að elska fólk til lífs. Að gefa fólki tækifæri að fá nákvæmlega sama og Guð gaf mér og mínu lífi. Ég ótrúlega þakklátt. Ég svo þakklátt fyrir henni í dag. Ég alveg elska að tala til henni í dag. Að því það svo gott að tilheyra frelsaranum. Það svo gott að tilheyra hann og vita og hafa þess að fullvissu að hann mun halda utan mig og fjölskyldu mína. Og hann heldur utan okkur öll. Ef við gefum hann tækifæri og koma inn og gera það. Þannig núna þegar við förum inn í sumatíma, og núna 21. við byrjum upp á Háalisbrauð 58-60 og Haldon og fórstu hjónun okkar og leiðtogarnir hér hafa staðið bak við Miljómað eins og flest allar kirkjur í bænum hafa gert. Og gerum þetta saman. Við erum svo sterk við erum saman. Ef þú ert kvíðinn að fara út og segja frá, þá gott að vera í hóp með öðru fólki. Af því þegar þú byrjar að gera það, þá sérðu áhrifin leið á líf fólks. Þegar þú fennir í bæ að þá Guð ekki bara hjá þér. Guð þarna úti að vinna og taka nonna og byggðaltunni á 50 hæðinni í Færðubekkanum. Hann á að labba hann akkurat og Gunni minn, ég að tala til þín, tala við hann. Guð með allt, þetta í alvöru, hann með allt á hreinu. Sá sem kemur að tala við þig á að koma að tala við þig. Það svo mikið eftir að geta haft orð. Og hvað getum við gert? Lifum Krist alla daga lífsins. Ekki bara bablum hann, heldur verum hann. Verum kærleiku Guðs til annarra manna. Ef við rís á fæti, ég ætla að biðja þess. Og mér langar líka ef við myndum hérna fyrirbiðum myndum koma undir biðja saman og biðjum bara að Guð megi gefa okkur svona endurnýjaðan kraft, að við fáum svona þennan kraft sem við þurfum á að halda. Að Guð taki trúar fullvissin okkar og lyfti upp á annað plan. Að þessi trú verði þessi fullvissa sem við þráum svo mikið að verði í líf okkar. Bara Faðir, við bara þökkum þig fyrir að þú ert hér, Drottinn. Takk fyrir þinn heilagan dag. Takk fyrir, Drottinn, þetta fræ sem þú plantar inn í líf okkar, Drottinn, vilt sjá sem vaksa, stórt og öflugt tré, Drottinn minn. Takk fyrir að þú elskar okkur nákvæmlega eins og við erum, Drottinn minn. Faðir minn, gefðu okkur styrk og kraft til að horfa okkur sjálf í því ljósi sem þú sérð okkur, Drottinn. Ekki eins og við erum að berja okkur niður fyrir, Drottinn. Við þökkum þig fyrir að allir hlutir sem við höfum gert sem eru í glemskuna hafi þínins, Drottinn. Við þökkum þig fyrir náðinu og við þökkum þig fyrir að þú ert alltaf tilbúin að fyrirgefa. Og ég bið þig bara, Drottinn, að þú megir leið okkur áfram, kendu okkur, Drottinn, eins og sönnu yðrunin í líf okkar, Drottinn. Við erum alltaf þá hluti sem við höfum gert, Drottinn. Faðir minn og þeir sem að berjast við hluti í fortíðarna, fólki, Drottinn, sem að berjast við bæði föður ímynd eða móður ímynd eða uppeldis hluta, Drottinn. Faðir minn, bara komdu inn í þessa kringumstæði, Drottinn. Gefðu okkur styrk og kraft, vertu með okkur í því, Drottinn. Komdu með þessa lækningu og lausn sem þarf að koma inn í líf okkar, Drottinn. Þannig að blómið við fá að vaksa út og springa út
og það verða öflugt og stórt tré Drottinn í þínu ríki. Við þráum bara að sjá einstaklingarna sem eru í kringum okkur Drottinn, líka þá sem eru hér sem engin, já, sem eru svona eins og utanvelta í þjóðfélaginu Drottinn. Gefðu okkur Faðir þennan kærleika og þessa elsku í hjarta okkur til þeirra Drottinn, að við getum tekið utan og faðmað einstaklinga, fólk sem er með hjarta, hold og blóð alveg eins og við, fólk sem er að feitast út úr væntingum og vonum fyrir lífinu Drottinn. Það átti ekki að verða svona en það er orðið svona. En fyrir þér er engin hlutur Drottinn ofseinn. Endurreisnin Drottinn er til fyrir alla menn, sama hver það er. Engin er vonlaus. Gefðu okkur Drottinn að tileinka okkur þetta fyrir líf okkar. Að allt sem við segjum, allt sem við játum með vörunum, megi vera blessun til handar annara Drottinn. Að við mögum að sýna þessa elsku í verki, þessa elsku hvernig þú elskaðir okkur. Láttu okkur minnast þeim fyrsta kærleika Drottinn þegar við komum til þín. Þegar við komum og við munum úr hvaða hæði við fjallum. Þegar við fengum að mæta þér og þú tókst okkur í þinn faðm Drottinn. Takk fyrir þennan kærleika og elsku og þennan fyrsta kærleika sem við fundum þá Drottinn. Allt líf okkar undirlagt að kærleika og vináttu og elsku Drottinn. Gefðu okkur að minnast þessa tíma og gleyma því aldrei Drottinn minn. Megum við bara halda áfram með þitt orð og gefa það áfram til annarra Drottinn að allir menn megi frelsast og eignast lifandi trú á þig Drottinn. Takk fyrir heiminin sem býður okkar, takk fyrir eilífa lífið Drottinn. Bara við blessum Drottinn einn og sér hvað þér inn í komandi viku Drottinn. Megum við bara byrja hvern einasta morgun að bjóða þig velkomin í líf okkar. Heilagur andi, góðan daginn heilagur andi, vertu með mér í dag. Hjálpaðu mér í dag, leitum mig áfram í dag, leitum mig á staði sem þú vilt leiða mig á, í Jesú nafni. Amen, amen. Ef við ekki að koma, ef við viljum fá fyrirbæn, þá bara endilega komið fram og við skulum biðja saman. Það er gott að